Fjallaskíðamennska íþróttagrein sem hefur notið aukinna vinsælda á síðustu árum. Hér á Klængshóli í Skíðadal starfar fyrirtækið Bergmenn sem hefur sérhæft sig í fjallaskíðamennsku síðastliðin 20 ár. Bergmenn eru fyrirtæki sem sérhæfir sig í skíðaferðum á Tröllaskaga og við byrjum fyrir tæplega 20 árum síðan með fjallaskíðaferðir þar sem fólk labbar upp og skíða niður og svo fyrir 10 árum síðan byrjum við með þyrluskíðaferðir þar sem við fljúgum með fólk á þyrlu og svo skíða niður. Þannig að við sérhæfum okkur í skíðaferðum en svo erum við svona í almennri fjallaleiðsögn bæði hér heima, klífa fjöll og tinda og svo erum við einnig með mjög mikla starfsemi erlendis, til dæmis í Japan og í Ölpunum og Kanada og víðsvegar. Fjallaskíðamennska nú orðin þekkt fyrirbæri hérna í dag, en hún var það kannski ekki þegar þið byrjuðu? Nei, fjallaskíðamennskan að springa út núna sem svona almenningsíþrótt og í raun og veru meðal skíðaframleiðenda og þeirra sem búið til búnað, að þá í raun og veru stærsta aukningin hjá þeim í framleiðslu og útbúnaði tengdum fjallaskíðaiðkun. Það allir orðnir þreyttur að vera eins og einhverjar sardínur í dós á einhverjum skíðasvæðum og vilja komast út og upplifa náttúruna meira og betur. Þannig að fjallaskíðaiðkunin náttúrulega alveg stórkostleg fyrir það fólk. Það að segja að það saman náttúrulega rosalega góða hreyfingu og skemmtun að skíða. Þannig að þetta eru svona gönguferðir á sumrin að þær eru góðar en fyrir þá sem eru skíðamenn líka þá náttúrulega saman þetta tvennt og býr til rosalega skemmtilega íþrótt. En þetta nýtt þannig séð svona meðal Íslendinga en við byrjuðum hérna fyrir 20 árum síðan tæpum að bjóða upp á fjallaskíðaferðir fyrir útlendinga og þá náttúrulega var enginn sem hafði gert það hér á Tröllaskaga og við vorum, má segja, hérna fyrstu svona 10 árin en allan þann tíma vorum við náttúrulega auglýst þetta grimt og svona ýta þessari vöru inn á bæði evrópska og ameríska markaðinn og það svona skemmst frá því að segja í dag eru eitthvað í kringum 60 til 70 fyrirtæki út allan heim að selja viku fjallaskíðaferð á Tröllaskaga sem nú bara alveg eins og svona upprunalega ferðin okkar. Og hverjir eru það sem koma hérna til ykkar? Þetta Íslendingar, þetta erlendi ferðamenn? Þetta svona 99% erlendir ferðamenn sem að koma eingöngu til Íslands til að fara í þessar ferðir. Það ein ástæðan fyrir komið þeir annars koma bara beint norður, fara í þessa ferð og svo fara þeir bara beint út svona í flestum tilfellum. Það var raun og veru, hvað maður segja, örlögin að ég skyldi alast upp hér á fremsta bæ í Skíðadal eins og við segjum hér, hjá ömmu og afa sem voru fjárbændur hérna. Hér eru hæstu fjöllin á utanverðum Tröllaskaga, í raun og veru bara í garðinum hjá okkur. Þar af leiðandi lengstu brekkurnar og besta skíðasvæðið. Þannig að þetta hentar alveg afskaplega vel fyrir okkar starfsemi að vera hérna. Og við höfum verið að byggja upp hérna á undanförnum 10 árum, ansi svona góða gistiaðstöðu fyrir fólk og annað slíkt. Og þið gerir samt ekki bara út hérna? Nei, starfsemin hefur vaxið ansi hratt og í dag má segja að við eigum 2 bækistöðar, annars vegar Klængshóll hérna og hins vegar Karlsá sem norðan Dalvíkur. Og þar erum við einnig með gistingu og gerum út ferðir, bæði þyrluskíðaferðir og fjallaskíðaferðir. Hvað það sem fólk sækist eftir í að koma í þessar ferðir? Hvað það sem það fær ekki annars staðar? Já, þetta svolítið merkilegt að ég starfaði mjög lengi erlendis í Ölpunum og bjó í Kanada og lærði þar mína iðn og ég svona, þegar ég byrjaði með sérstaklega þyrluskíðaferðirnar þá átti ég vonaði að fólk kæmi hingað kannski svona einu sinni, prófaði þetta væri svona eitthvað nýtt og spennandi sem það myndi kannski prófa einu sinni en ég átti ekki vonaði að fólk kæmi aftur. En staðreyndin var sú að við erum með fólk til dæmis frá Sviss sem kemur á hverju einasta ári og búið að koma 10 ár í röð til að fara á skíði hérna og við erum með hópa frá Bandaríkjunum sem koma 2 svar á ári og eru búin að gera í 10 ár. Og það sem þetta fólk sækist eftir má segja tvennt. Það annars vegar þessi svona ótrúlega náttúra sem hérna og þá sérstaklega nálægð fjallana við hafið. Að geta skíðað
kannski 1000 metra brekkur frá toppnum á einhverjum tindi og niður í svarta sandfjöru. Það er náttúrulega hvergi annars staðar hægt í heiminum. Og svo er það líka bara birtan og það eru nú svona 2 tímabil út með mars og apríl með norðurljósum og þessari óbúslega fallegu svona vetrarbirtu og svo maí og júní með miðnætursól og því öllu saman. Svo er reyndar flestir sem koma hingað ár eftir ár, þeir eru að koma líka til að vera hérna á Klangshóli og Klangshóll svona spilar mjög stórt hlutverk í því að við erum í dag með einhvers staðar í kringum 70% af okkar gestum sem koma aftur.